Það full ástæða til að vera spólgraður og við erum mjög æstir yfir þessu. Það nefnilega að koma til okkar fregnir af næsta plandemic faraldri sem að Alþjóða heilbrigðismálastofnunin nú búin að vera með í undirbúningi í okkur tíma Já. Og þetta orðið gríðarlega spennandi. En við erum búin að sjá núna fréttir af því sem kallað hantavírusinn. Og hér erum við byrjum á smá myndbandi. Man accidentally walks into the scene while they are filming for hantavírus. Þetta náttúrulega, myndirnar eru mjög dramatískar. Það eru allir í hazmat-göllum. Nema þarna eitt sem óvart labbaði inn á. En það ég veltið fyrir mig sko, að þú svona einhver starfsmaður hérna á flugvöllunum og þú veist, þér sagt að þú þurfir að vera í svona búning í vinnunni, klæðið upp í svona gasgrímu og galla og svona, því að þú veist, þá verið að segja, þú veist, þetta gríðarlega hættulegu vírus greinilega, þú veist. Já, þetta og svo ertu bara einhvern svona pappagalla eitthvað, ég hérna, þú veist, þetta svona stenst ekki alveg, ég hef hugsað stundum mitt sko, þegar maður horfa á lélegar bíómyndir þar sem að löggur eru kannski hoppandi á milli húsþaka eitthvað bóa sko og þú veist bara í vinnunni fyrir tímakaupi sko með 750 skall á mánuði og þú veit ekki að fara að hoppa á milli húsþaka og það sama með einhverja svona starfsmenni að þú veist ef það hefur verið að presentera þetta sem eitthvað lífshættulegt fyrirbæri þessum að og fer ekkert, ég fer bara í pappagallan hérna og hleyp inn í þetta með einhverja sprautu og redda málunum sko. Gali. Og fleiri fregnir hérna, skulum heyra smá fréttaskýringu hantavírusinn. Amsterdam is on high alert as a deadly virus hits the skies. A KLM flight attendant is currently in isolation at Amsterdam, sparking fears that a rare and lethal hantavirus outbreak has moved from a luxury cruise ship to the aviation world. The nightmare began on the Dutch vessel Hondius. Well, good morning, everybody. This is my sad duty to inform you that... But the danger hit home when the attendant developed symptoms after assisting a passenger who died shortly after boarding a flight in Johannesburg. This isn't just any virus. It's a dangerous Andes variant, notorious for its rare ability to jump from person. Býtu. Wow. Hef ég ekki séð þetta einhvers staðar áður? Já, þetta eins og þetta sé Þetta eins og það sé framhaldað eitthvað. Svona endurtekið handrit. Hvernig var þetta eftir með COVID? Var það ekki vírus sem kom úr nagdýrum eða leðurblökum? Já, leðurblök sem reið svíni á hverju markaði. Já, það var eitthvað var til þannig. Og þetta var svona sjálfgjafi vírus sem var þangað til þá engangu í dýrum og þarna það verið að tala þessi vírus, hann á bara verið í nagdýrum, rottum og músum og svona og dreifist með svona saur úr rottum og kúkum og þetta ávennilega ekki að fara í menn en nú eitthvað skrítið búið að gerast og þetta komið út í menn þannig að þess vegna hætta á ferðum og manst ekki eftir ég held að verið í byrjun árs 2020 þá voru akkurat fregnir af svona skemmtiferðaskipi þar sem að COVID-vírusinn braust út fyrst og það voru allir í einhverju svona hazmat-göllum og þú veist þetta bara sama handritið það að spila aftur virkaði svo vel síðast Libbarnir eru líka farnir af stað höfum séð það á samfélagsmiðlum þá svona sama fólkið svona sömu típurnar sem eru komnar með fyrirskipanir hvað við að gera If you're worried about the hantavirus situation, wear a mask. Wear a respirator, even outside. This is a head strap one. This is an N95. There are also KN95s, which are just the ear loop ones. The tighter it is to your face, the better, which is why the head straps are a little bit more protective. I am begging you all, please, for the love of God. I'm seeing so many videos and comments of you being like, I don't have the time. I don't feel like it. Guess what, y'all? Like, did we not learn from 2020 that that's just wishful thinking and denial is not how we prevent anything. We actually need to take measures, and sometimes they're not that fun. I mean, I'm used to wearing a mask because I've been wearing one since 2020. Still not my most favorite thing in the world. Obviously, I have a beautiful smile. I would love to show it off. I'm a very expressive person. However, that's
much less important to me than my long-term health and the health of other people. En það var nú samt þannig og er búið að skera úr það var ekki að grímurnar í COVID voru Gerðu ekki shit. fullkomlega óþarfar. Gerðu ekkert gagn. Næsti linkur var svipmyndir frá BBC sem eru með Puttana púlsinu. ákveðnar hræðslu áróður. Þetta er mjög skuggalega myndir og ég verð að segja, þú veist, að því ég man alveg eftir tilfinningunni, ekki svona alveg ljóslifandi, en ég man alveg þarna í ársbyrjun 2020 að þá voru fréttir eins og þessar af einhverju liði sem að var að hrynja niður í Kína og svona hazmat búningar við skemmtiferðaskip og flugvélar og hvað. Þetta var ógnvekjandi. Já. Og maður var alveg bara svona, shit, hvað er í gangi maður? Og það, manni fannst það alveg réttlætanlegt þegar að fyrirtækjum var lokað og þá voru allir sendir heim í vinnunni og allt þetta. Ég var allavega þar. Ég var þar fyrst bara einhvern veginn að þetta væri mjög, mjög alvarlegt mál. Þú varst eins og næsta myndin sko. Já, næsta myndin er hérna. Og nú eru allir að setja svona á samfélagsmiðlum svona I received my hantavirus vaccination, yeah. Ég elska hana, gaurs. Það eru klikkað á prófílun hans. Liberals getting ready for the hantavirus. Ætlaði ég alveg að tala bara að spila aftur sama handritið og við höfum öll að kokkleipa þetta. Já, ég meina að segja bara hvað löggjöf íslenska alþingi var að samþykja. Nú var bara force-feed okkur sprautur fyrir hantavírusin. Ég sá að vísi.is með þessna frétt sem að ég var að skoða þessa mynd bara, hvað er í gangi? Og bara, það eru falli á stöks hermenn að senda vistir niður í mögulega sýkta hantavírusabyggði frá eyjunni Tristan da Cunha, það sem eitt handasmit hefur komið upp. Þá eru bara, þá eru herflutningavél að henda niður fullt af byrðum. Jaha. Af því að kom upp eitt smit á eyjunni. Sjúkraliðar og breska hernum stukkur flugvél með fallium yfir eyjunni Tristan da Cunha fyrir í dag til að koma breskum manni sem smitaðist á handaverið til hjálpar. Og hvað þurfa þeir að þá að senda þið niður 3 gáma í Já, þetta er bara til að hræða okkur, maður. Það er augljóst. En maðurinn, breski maðurinn var þarna borðið þessu skemmtiferðaskipi sem er talað og gekk á land á Tristan da Cunha sem er afskektasta eyjan með íbúabyggð í bresku konungstemmanum. Já, ok, allavega geggjað. Þetta er handavírusinn og við erum komnir aftur á stað með, en ég minna þú veist We're back baby en þú tekur eftir, ég sá hana Aspelund, sóttvarnalæknir, hún var í fréttunum í gær og hún var að tala um að þetta væri ekki til þess að hafa miklar áhyggjur af, þetta væri miklu svona einangraðara dæmi og svona, en þú veist, það var líka já. Það er alltaf sagt fyrst og svo það er svona verið að prófa hversu vel þið ná en þeir eru ekki að fara að ná þessu í gegn allan þó allir lipparnir og svona séu til í þetta. Nei, ekki það, RFK er hann að heilbrigðis. Nei, nákvæmlega. Fauci er átt og... Já, nákvæmlega. Sem betur fyrr. Þetta verður heldis brekka fyrir alþjóða heilbrigðismálstofnunina með... Já, nema Trump sé bara algjörlega seldur í hitliði. Það er bara komið með gyðingunum í liði, það getur verið. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu inn á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.